Hvernig á ég að spara fyrir íbúð? Sko náttúrulega það er best fyrir að byrja með fermingapenningana og geyma þá alltaf og ekki leyfa þeir mikið, ekki vera að þvælast mikið á tónleika þar til útlanda og svo framvegis. En það er náttúrulega ekki þannig hjá fólki yfirleitt. Yfirleitt er það þannig að þú ætlar að kaupa íbúð, þú þarft að eiga peninga svona cirka 15-20% af upphæðinni. Og það er náttúrulega eitthvað sem er bara gott að byrja að hugsa bara sem fyrst, sem allra fyrst, vegna þess að það tekur tíma hjá fólki í dag að spara peninga. Já, ég held að þetta felist svolítið mikið í því að setja sér einhvern markmið að leggja eitthvað til hliðar vista mánuði í langan tíma og byrja bara nógu snemma og það er mjög fljótt að stækka sko og kemur fólki vildi óvart hvað þetta gengur vel. Hvenær keyptirðu þessi íbúð? 2016. Ég var búin að leita örugglega í alveg ár eða eitthvað. En ég náttúrulega bjó hjá foreldrum mínum og ég borgaði rosalega lítið heim. Ég held ég hefði að borga 50.000 kall á mánuði og síðan var ég bara að vinna og leyfði mér voða lítið. Hvernig spararðu pening? Ég eiginlega í dag bara er mjög svona low maintenance þegar kemur að hlutum á heimilið, þú veist, og sjáðu mér, ég er ekki mikið að fara út að borða af því mér finnst eiginlega bara betra að elda sjálf. Og ég, þú veist, djamma eiginlega ekki, ég held að það sé rosalega mikill kostnaður, sérstaklega hjá unga fólki. Það er bara rándýrt að taka leigubíl hérna og þaðan, kaupa áfengi niður í bæ, fara út að borða fyrst, kannski kaupa sér síðan eitthvað eftir djammið. Flöskuborð. Þeir eru mikið í flöskuborðunum. Nei, það er alls ekki bara að segja skilur sem eru að kaupa sér flöskuborð, það er svona dýr fjárfesting. Það er, og vissulega ekki fjárfesting. Það er ekki fjárfesting heldur. Ég heiti Andrea og er 30 ára og bý hérna í 104 með kærasta og barni. Og þetta hérna er þín íbúð? Þetta er mín íbúð, já. Þú átt hana? Ég á hana. Þú keyptir hana? Ég keypti hana. Þú keyptir hana? Yes. Og þetta er fyrsta íbúðin sem þú hefur keypt? Já, þetta er fyrsta íbúðin. Ég var búin að vera á leigumarkaði í örugglega svona 10 ár, eitthvað svoleiðis. Og hvar var sú íbúð? Það voru nokkrar íbúðir. Það voru nokkrar? Já, ég var hérna aðallega í miðbænum, 3 íbúðum á Hverfisgötu, svo var ég í Hátúni og hérna Fossvoginum og svo hérna. Og hver voru svona helstu ástæðurnar fyrir því að skipta svona mikið? Í rauninni bara út af því að maður neyddist til þess. Það var kannski, fékk maður leigusamning í ár og svo rann leigusamningurinn út og þá var leigan hækkuð. Ég sparaði fyrir íbúðinni með bara miklum aga í gegnum tíðina. Nei, ég bara lagði til hliðar, reyndi að gera það mánaðarlega, setti bara inn einhverja x upphæð, fór eftir svolítið bara hvernig tókst, stundum gekk og stundum ekki. Og síðan notaði ég viðbótarlífeyrissparnaðinn sem var eiginlega bara snilld. Það er mjög fín leið vegna þess að þar færður raun og veru meðgjöf alltaf sko. Ef þú ákveður að fara, þetta er náttúrulega háð því að þú sért í vinnu, sért að vinna einhvers staðar, ef þú ákveður að fara að spara séreign, þá þarf atvinnurekandinn að koma á móti. Þú spara 2% eða 4% og atvinnurekandinn lætur þig hafa 2% sem er í raun og veru 2% launahækkun fyrir þig og svo þarftu ekkert að hugsa að setja að borga skatta af þessu í þessi 10 ár sko. Þannig að þetta er í raun og veru pakki sem er alveg einstaklega hagstæður. Þá fer einhver að hjálpa þér sko. Þá kemur atvinnurekandinn að hjálpa þér með því að borga jafn mikið á móti og þú sparar og svo kemur skattmann og ríkið og segir þú ætlar að nota til þess að kaupa íbúð, þú þarft ekki að borga skatt af þessu vegna þess að það sem þú sparar í lífeyrissparnaði og tekur það út seinna og notar til að lifa, þá þarft að borga af því tekjuskatt. Þannig raun og veru sko er út í hött að gera það ekki. Einmitt. En ertu eitthvað að safna eitthvað svona sérstaklega, eitthvað svona ákveð sem þú gerir til að safna peningum? Ég reynir bara að taka alltaf eitthvað frá sko og svo bara veit ég samt ekkert hvort að það verði eitthvað íbúð eða eitthvað stórt ferðalag eða hvað sem það verður sko. Ég er ekki með eitthvað trygg sko, ég sel fötin mín. En viðbótarlífeyrissparnaður, veistu hvað það er? Ég veit ekki mikið það, en ég hef heyrt þetta orð mjög oft áður. Okay. Þannig að þú ert ekki að safna í viðbótarlífeyrissparnaði? Jú, ég held ég sé reyndar að safna í það. Það var einhver sem hringdi ekkert í mig held ég og ég held ég að borga eitthvað ekki svoleiðis sko. Okay. Það þarf sem sagt að biðja þetta sérstaklega, þú færið þetta ekki bara með laununum, þú þarft að sækja þetta alveg sér. Ég sótti viðbótarlífeyrissparnað þegar ég var búin að vera svona 3 ár kannski á vinnumarkaði og dauðsí eftir í dag að hafa ekki gert það bara strax því að í rauninni var ég bara að henda peningum í burtu, líður mér svolítið, brenna peninga. Það er ekki auðvelt að safna fyrir útborgun. Það er auðvitað best að spara sem mest. Utanlandsferðir og föt kosta peninga og djammið er slæm fjárfesting. En maður þarf samt að leyfa sér að vera til. Það er mikilvægt að hafa markmið og byrja strax. Viðbótarlífeyrissparnaður er góð leið sem allir hægt að skoða. Þar spararðu á laununum þínum,
Vinnuveitandinn leggur til pening á móti og svo þarftu ekki að borga skatta af þeim peningum.